Hér erum við teiknað þrístrenda strýtu. Grunnflatar kanturinn, sem þetta á ofanmyndinni, samsíða lóðréttu myndfletinum. Þetta hér lóðrétti myndflöturinn, þá hann samsíða lóðrétta myndfletinum, þá kemur hér samsíða hér þessari hornalínu. Hliðarnar hér eiga að vera 60. Hliðarkantur strýtunar á að vera 80 mm, en þegar við teiknum þríhyrningi hérna með þessum hætti, þá sjáum við enga hlið í raunstærð. Þær halla á tvo vegu, bæði inn hingað og hingað, þannig að hliðalínan verður aldrei í raunstærð. Og þess vegna verðum við að finna það með því að horfa beint framan á línuna, þannig að þá hallar hún bara á einn veg. Og þá byrjum við á því að færa frá þessum hérna punkti, frá miðjunni hér og niður á hér þessa línu sem í 90 gráðu frá sjónarhorninu sem við horfum hérna beint fram. Færum hana upp, tökum svo 80 mm hérna inn á hana og það sem að þessar hérna línur skerast, þar rétta hæðin og síðan teiknum við. Ég örlítið búin að flýta hér fyrir. Passa að frammyndin liggi hér á línu sem nógu niðurlega til þess að við höfum pláss hérna fyrir ofan fyrir myndina. Ofanmyndin verður 10 mm hér fyrir neðan og hér ég komið með línuna. Og þá byrjum við á því hér að þríhyrningu hér á að vera 60. Byrjum við á því að finna hér 30 til sitt hverjar hliðarinnar. Setjum hér 30 í sirkilinn. Góðum ekki 30 hér. Og 30 hér. Og síðan fáum við heildarbreytina. Hún kemur hér. Tökum hana hér. Og teiknum við þennan jafnhliða þríhyrning alveg. Síðan getum við byrjað bara hérna á því að finna hér miðjuna á þessum þríhyrning og við getum gert það meðal annars með því að hér með bogaskurði, tökum hér svona á tvo vegu. Og þar sem þessar línur skerast, þar erum við með miðjuna. Og til þess að fá hæðina, tökum við hérna. Færum þessa hérna hornalínu, hér kemur hornalínan. Færum hana hérna niður á. Þannig að hún sé í 90 gráður. Með við sjónlínu, með þegar við horfum hérna. Færum hana hér upp. Síðan tökum við hér 80 mm á silkilinn. En áður en við mælum hér upp, þá verðum við að taka þessi hott hérna upp, þar sem við upp á efri línuna. Tekið. Þetta raunhæðin hérna á strýtunni. Hér frá þessum punkti og hér í þennan. Þetta raun lengd hliðana. Getum sagt það bara, þetta hérna R. Þetta jafnt á 80 mm. Þegar við teiknum svo strýtuna sjálfa, þá hún upp í miðjulínuna hérna. Hérna eigum við að sneiða hérna ofan á henni akkúrat í miðjunni á hæðinni. Gerum það með bogaskurði. Við tökum hér sitthvoru hliðinni og athugið, það verður að vera frá miðlínunni sem við tökum. Við megum alls ekki taka hér, heldur það miðlínan og tökum svo hér á móti. Hér erum við komið þá með miðlínuna á hæðinni og þá skerst strýta hér í sundur. Þá getum við teiknað hana bara hérna. Við getum klárað hér ofan myndina. Það að teikna hér skýrara hérna upp í skurðinn. Og hér. Og svo það miðjan. Við sjáum þessa hérna línu, þannig hún kemur hér.
Nú verðum við að færa þessa hérna línur hérna niður til þess að sjá hvernig þetta skerst hérna ofan á, hvernig við sjáum ofan á hana. Taka þetta hérna horn. Og það er þessi lína hérna sker hliðalínunar. Þar er skurðurinn. Síðan getum við bæði fundið þessa hérna línu eða bara hérna miðjuna, því þetta verður umritaður þríhyrningur sama hvort veginn við tökum það. Við tökum þetta hérna upp á. Þetta skerast akkurat hér í oddinn, en það er sama, þetta er umritaður þríhyrningur, þá er þetta sama hér, þannig að það fer hér upp á sama staðinn. Þá erum við búin hérna að sneiða ofan á honum og þá öll málin sem eru hér sem við horfum ofan á, það er allt raunmál. Þetta, þessi. En hér á frammyndinni er einvörðingu raunmálið er þessi hérna og það er það mál sem við komum til með að nota. Það sem er skerast hérna þessa línur.